Hæ, gaman að sjá ykkur. Nú hafa það á hreinu að þetta sé alltaf virka. Svona, já. Geggjað, þetta er alltaf virka eins og á að gera. Aftur, hæ, og dansalegt að vera hérna með ykkur á fullu tungli. Og við erum með fullt tungli Vatnsbera, sem er spennandi, vægast sagt. Já, ég er spáð að demba mér og beint í kannski sýna ykkur aftur stokkana, leyfa ykkur að tengja við. Það eru eins og alltaf 3 stokkar. Ég er með íslensku víkingakortin. Ég er með Monology og svo Spirit of the Wheel. Þannig að fyrir ykkur sem hafið aldrei verið inn áður, þá mun ég halla skjánum aftur, sýna ykkur stokkana betur, gefa ykkur tækifæri á að tengja ykkur við einn stokk af eigin vali og svo les ég úr öllum 3 stokkunum. Bara svona örlagnir, 3 kortalagnir, svona smá leiðsögn með þessu fulla tungli. Þannig að ég ætla að halla skjánum aftur þannig að þið sjáu spilun og á meðan að þið veljið ykkur stokk og tengja ykkur við, þá ætla ég að segja ykkur eldsnögt frá þessu tungli. Hérna eru spilin. Svona. Við erum með víkingakortin, við erum með Monology og svo Spirit of the Wheel. Þetta fulla tungl, fullt tungli Vatnsbera, þetta er seinna fulla tungli Vatnsbera sem við fáum núna í sumar. Við vorum eitt fyrir sumar og svo er aftur núna. Nú, því fylgir að við erum kannski svolítið að finna fyrir samfélaginu okkar, nær samfélaginu eða stærra samhenginu, stórsamfélagið, erum kannski að taka svolítið inn á okkur áhrifin sem er að gerast í samfélaginu eða í okkar nánusta umhverfi, og þannig að það getur svolítið magnast upp í okkur að því að Vatnsberan er sá sem svolítið svona tekur frá sjálfu sér og gefur út í samfélagið og tekur frá samfélaginu og tekur með sér heim. Hann viðheldur því jafnvægi og það jafnvægi getur stundum farið úr skorðum bara hjá fólki persónulega eða í samfélagum almennt, en núna erum við svolítið að dúndra inn þessu jafnvægi og þá getur það einfaldlega ögrað á mörgum stöðum, bæði persónulega og samfélagslega, af því að stundum erum við einfaldlega vön ójafnvæginu. En engar áhyggjur, þetta er nú til góðs þó að þetta sé ögrandi. Það er svolítið mikilvægt að hafa í huga þó að umræðurnar séu heitar og tilfinningarnar ríkar og miklar og við séum að finna fyrir þessum ögrunum, þá er mikilvægt að við lokum okkur ekki af, þó okkur langar kannski til þess að bara að draga fyrir gluggana og loka hurðinni og skelli lás. Það er svolítið mikilvægt fyrir okkur að vissuleyti taka þátt en gera það fallega og tala fallega til náungans, senda kærleik út en vera samt þáttakandi í samfélaginu okkar á einn eða annan hátt. Getur svo gert það úr fjarska, en það er bara svo mikilvægt núna að vera skýraði hvað ætla ég að senda út í samfélagið og taka tilbaka. Af því það sem við sendum út, það kemur allt tilbaka í hring. Þannig að við erum duglega bara að vera kærleiksrík, tala fallega um náungan þó við séum ósammálanum og senda út væntum þykju. Þannig að nú skulum við fara í spilin og ég byrja á víkingakortunum. Og við byrjum á því að kanna sem sagt hvað sem sagt er að fara frá okkur, hverju erum við að skila af okkur og sem sagt þurfum að sættast við. Og þegar ég segi sættast við, þá er ég að meina skilja við það í sátt við að það sé búið, ekki í þeim skilningi að bara sætta okkur við að eitthvað sé óréttlátt eða vont fyrir okkur. Þetta er oft bara svona
ok, þetta gerðist og þetta er búið, þannig að þá er það bara þannig og það er í fortíðinni. Þannig að hvað ætla víkingakortin að skilja eftir í fortíðinni í sátt og samlyndi á þessu fulla tungli? Það komið 2 spil. Við erum með drykkjarhornið og við erum með sleipni, sem er fögnuður og breytingar. Það er svolítið sérstakt kombo til að koma í, sem sagt, því sem við ætlum að skilja eftir, en það eru vissar breytingar í gangi og það getur vel verið að einhverjir sé að upplifa þá frelsisskerðingu. Fyrsta sem poppar upp hjá mér eru bara ef við skoðum það sem er í gangi í dag og varðandi ákveðnar takmarkanir og slíkt, að hérna er gott partí, hérna er frelsið með hestinum, það eru breytingar í gangi og við þurfum kannski að bara taka því með ákveðinni sátt og ekki snúa allir á hvolf. Það er svona fyrsta sem stekkur upp hjá mér, er að við þurfum að gera ákveðnar breytingar til þess að fara í gegnum þetta. Við getum ekki verið í sama gamla farinu endalaust þó að það hafi verið skemmtilegt á sínum tíma. Hvort sem það er varðandi þessar ákveðnar takmarkanir sem eru í gangi hjá okkur í dag, eða bara heilt yfir almennt að taka sem sé svolítið, já, ok, við getum, sko, partíð þarf svolítið að stoppa. Það þarf að taka sinn enda, þannig að við skulum reyna að enda það fallega og taka þessum breytingum sem gjöf. Þannig að þið sem eru að gera kannski einhverjar breytingar, einhverjar nýjar skuldbindingar og þið þurfum að breyta lífstíl, getur líka átt vel við þar. En þessu komu 2 saman, heppin þið. Og svo er það næsta spil og það er þá hvað þetta fulla tungl er að lýsa upp, eitthvað sem er kannski búið að vera svolítið hulið. Goðið, átrúnaður. Hér kemur svolítið að það eru að vera stakkaskipti í því hvernig við höfum álitið heiminn eða álitið ákveðna einstaklinga. Við höfum öll átt okkur einhvers konar átrúnaðar goði gegnum tíðina og fyrirmyndir, og nú er kannski verið að lýsa svolítið upp að sko hverjir þeir eru í raun og veru, hvort sem að það sé fallegar upplýsingar eða ekki. En það er verið að birta svolítið, sko sýna svolítið hverjir menn hafa verið einmitt svolítið á bak við tjöldin. Eins og ég sagði áðan, Vasperen er svolítið svona heldur jafn á milli þess hver við erum persónulega og hver við erum samfélagslega. Þannig að núna er kannski að koma í ljós hjá mörgum að þeir sem að við höfðum sko sem fyrirmyndir, að þeir voru kannski á einn hátt samfélagslega en allt annar persónulega, og það getur stuðað mjög marga. Þannig að það er alls konar svona að koma upp í samfélaginu í dag. Ég held að við höfum flestur að vörða. Og svo er þriðja spilið. Hvað kemur næst? Hvað er á næsta leiti? Bifröst. Samruni. Þar kemur aftur að því þar sem ég var að segja áðan að við þurfum að tala fallega til náungans þó svo við höfum skiptar skoðanir. Og þessi mál sem eru mörg að koma upp í samfélaginu og er að stuða fólk, að við þurfum öll að standa saman og ekki vera á móti hvort öðru. Við þurfum að finna einhverja leið til að lifa saman, og við þurfum að standa saman þó við séum með ólíkar skoðanir. Við þurfum að geta að lifa saman og búið saman og verið saman. Og það er það sem þessi samruni fjallar um, og það er það sem að gleður mig að segja er á næsta leiti. Og við förum vonandi að finna fyrir því bráðum. Sérstaklega í ljósi að segja, ok, það er búin að vera rosalega breytingar og við þurfum að gera upp einhver gömul partí
Heimurinn okkar er að breytast. Það er verið að lýsa upp fyrirmyndirnar okkar og sýna okkur hverju þau eru í raun og veru. Það er verið að lýsa upp samfélagið okkar, má segja. Þannig að þetta eru mjög miklar breytingar og þetta er mjög ögrandi, en það verður samruni og við munum geta staðið aftur saman, burtséð frá ólíkum skoðunum. Þannig að þessi lögn snýr svolítið sterklega að því sem ég var að segja varðandi vatnsberann og samfélagið. Þetta með að hver við erum persónulega og samfélagslega og jafnvægi þar á milli. Þetta með að við þurfum að standa saman þó við höfum ólíkar skoðanir og tala fallega náungan þó að hann hafi aðra skoðanum við. Þetta snýr svolítið sterkt að vatnsbera samfélaginu sem að við viljum helst til flest skapa, held ég. Þannig að þetta er virkilega falleg lögn og einhvern veginn akkurat í takti við það sem ég var að tala um hérna varðandi þetta fulla tungl. Þannig að ég get ekki sagt annað en ég sem mjög ánægð með þessu spil, en það skulum fara í næstu sem eru monologi. Förum í monologi og fyrsta spilið er þetta sem við erum að skila af okkur sem að kveðja með sátt. You are very close to achieving your goal. Þú ert mjög nálægt því að ná áætlunum þínum, takmarkinu þínu. Þannig að fyrir ykkur sem eruð í monologispilunum þá er það greinilegt að það sem þið þurfið svolítið að kveðja er kannski strögglið, harkið, gömul mynstur sem að fylgir þetta fylgir því að þegar maður nær einhverju takmarki að það er mjög ánægulegt, en þá þarf maður að finna nýjan tilgang. Hvað gerir maður þá? Sumum hættir til að viljandi mistakast til þess að geta haldið áfram með sömu hringrásinni. Og eina leiðin út úr þeirri hringrás er að sættast við að þetta tókst og hætta að hakka í sama hjólfarinu. Þannig, þetta getur líka þó að við séum að tala um góð takmörk, góð markmið, að það bara þetta er oft bara, það er bara hluti, þetta er orðinn hluti af þægindarammanum að vera að vinna að einhverju ákveðu marki og svo sér maður fyrir það að mögulega ná því, þá verður það rosalega ögrun af því að maður veit ekki hvað maður ætlar að gera þegar maður er búinn að ná því. Þannig að maður stundum ótómatískt skemmir fyrir sjálfan sér. Þannig að núna þarf þú eiginlega að sættast við að þú ert kannski bara að vera búinn með þetta prójekt og getur bara að gera eitthvað annað, þarft að fara að finna þér eitthvað annað að gera. Og það sem að fullatunglið er að lýsa upp, það sem er kannski búið að vera eitthvað svolítið hulið. Balance, spirituality and practicality. Fulltungl í fiski. Finndu jafnvægi á andlegu hliðinni og rökrænni hliðinni. Núna er bara rosalega mikilvægt að jartengja sig. Þó við séum andlegar verur, sálarinnar verur, þó við séum að alltaf styrkja okkur og efla okkur í þessu andlega, þá þurfum við að fungera í þessum þrívíddarheimi heimi sem við búum í. Þannig að það þurfum líka að vera praktísk og það er sennilegast að fyrir mörg ykkar þá eru svolítið að reka okkur á það núna að ég hef búin að vera að rækta sálartenginguna mína eða andlegu hliðina og svo er allt inn í hérna hús og heimili og fjölskylda og börn og eitthvað svona sem að ég kannski er ekki alveg búin að vera með fókusin á og það er allt í lagi, það gerist. En þá er svo mikilvægt að núna að finna jafnvægið á því. Hvernig ætla ég að vera sterk andleg vera
en samt með fætuna nógu mikið á jörðinu til þess að það fari ekki allt í rugl heima hjá mér. Þetta er svolítið þar. Og það er kannski að fara að lýsast upp fyrir ykkur nokkurum að úps, kannski eru ekki alveg búin að vera með fætuna eins mikið á jörðinu og héldu, þannig að núna er rosa mikilvægt að jarðtengja sig. Jarðtenging. Og þá förum við út í hvað er á næsta leiti. Hjá monologi. Hvað er á næsta leiti? Handa við hornið. Fallegt lita þegar maður í kortunum þetta. Svona túrkís, sægrænt. Það komið 2. Það kemur hérna fullt tungl í Meyju. You are good enough. Þú ert nógu góð. Og svo 3. kvart. Adjustments are required. Það er þörf fyrir hagræðingu. Sem að er eiginlega algjörlega í takti við það sem er verið að lýsa upp fyrir ykkur núna varandi að þau þurfa að vera praktískt þrátt fyrir að vera andlega veru. Þau þurfa að vera með að minnsta kosti annan fótinn í jörðinu og sinna því sem er í gangi í kringum ykkur hér. Að þið þurfið eitthvað að fínstilla jarðtenginguna og hvernig þið eru að vinna. Þið þurfið að sinna bæði þessu andlega og þessu líkamlega, og þessu jarðbundna. Það er ekki þar með sagt að þú sért eitthvað síðri en eða að þetta hafi endilega verið mistök. Það er ekki til neitt sem heitir mistök í raun og veru. Allt sem þú gerir það er alltaf nógu gott. Og það gerir þig ekkert vitlausari eða minna en eða minna tengdar en hina þó að þú dragir aðeins úr í einni hlið til þess að styrkja þig á annarri. Eða það að þú hafir kannski aðeins mist jafnvægið og verið of þung á skálinni öðru megin í einhvern tíma. Það gerir ekkert minna en þetta kemur fyrir hjá okkur öllum einhvern tíman. Þannig að þú ert alveg nógu góð. Þú þarft bara að gera smá breytingar. En þú þarft aðeins að jafna þetta út, vera bæði andleg og praktísk. Og já, jarðtengja. Bara jarðtengja. Þetta voru monologi. Það skulum við fara næst í Spirit of the Wheel. Já, ok. Ekki viss hvort að skulum hafa þetta svona á kantinum. Þegar ég ætla að biðja spilið sem sagt hvað þarf að skilja við og skila af sér og skilja eftir fortíðinni og sættast við. Og nú eiginlega það sem ég ætlaði að fá. Nú er aftur 2 spil. Freeze Upon Moon sem er sjálfið, sjálfsuppgötvun og berskjöldunin og svo Experience, reynslan úr vestrinu, sleppa tökunum, halda áfram fram á við og speglun. Þannig að það er hérna mjög ríkjandi að við þurfum að skila eitthvað, sleppa tökunum á einhverjum gömlu skoðunum sem að við höfum eða höfðum á okkur sjálfum. Og við þurfum svolítið að berskjalda okkur fyrir þessum gömlu skoðunum, horfast í augu við það og sleppa svo tökunum og halda áfram. Að uppgöta þessar nýju manneskju sem við erum svolítið. Ekki að taka alltaf með þetta gamla, hvað gerðist í gamla dag og hver ég var og þú veist, ég gerði hinn og þessi aulabröð og eitthvað svona ekki vera að drattast alltaf með það eitthvað hangandi í öxlunum á sér.
ef þú ert hætt að endurtaka þessi munstur, ekki vera að draga það með þér inn í núið eða framtíðina. Slepptu tökunum á því og haltu áfram. Þetta eru minningar, en þær tilheyra fortíðinni. Þannig að þá skulum við fá það sem að þetta fullutungl er að lýsa upp, það sem er kannski búið að vera svolítið falið. Norðrið, andleg tenging, fullkomnun og viskan. Þannig að ég held að hér þá séu mörg ykkar kannski svolítið að uppgöta almennilega að þau eru virkilega andlega verur og eru mjög andlega tengd. Þetta er kannski svolítið nýtt fyrir ykkur að einmitt vera að horfa ykkur spákonu á netinu, en mörg ykkar eru kannski að sjá að það eru innan með ykkur gömul viska og margar gjafir sem að býr í okkur öllum. Það er kannski að lýsa svolítið upp fyrir þér núna að þú líka, að þú ert líka hluti af þessari andlegu heild sem við öll erum. En ef þú ætlar að rækta það, þá verður einmitt að sleppa svolítið tökun á því hver þú varst. Ef þetta er það sem þú ert að hugsa að þú sért í raun og veru. Og þá skulum við skoða hvað er á næsta leiti. Getur líka verið að það sé að uppgötast fyrir andlegar tengingar við annað fólk og við samfélagið, eitthvað sem er kannski svolítið að koma þér á óvart og ert kannski uppgötað að það er heilmikil viska í þessum andlegu tengingum, einhverju vinir eða vandamenn sem að þú gerðir þér ekki grein fyrir að væru kannski bara á sama level og þið eða sömu bylgjulengd og viti kannski heilmikið. Það sem að er á næsta leiti að koma aftur 2 spil. Spirit of the Wheel greinlega þarf að tjá sig mikið í dag. Þetta áttu nú bara við 3 spil en þau eru orðin 6. En við erum hérna með endurnýjun úr norðrinu sem sagt andleg vegferð, sem sagt andlegum markmiðum náð, sigur og von. Og svo kemur froskaætt sem er hreinsun, heilun og að sleppa tökunum. Þetta er eiginlega bara algjörlega í takti við alla þessa lögn, að þegar þú ert uppgötvað núna að þú ert sem sagt kannski meira andlegur en þú taldiði vera, að þá ert að fara á næsta leiti að eflast og styrkjast á því sviði. Það er mjög mikil andleg styrking hér og miklu sigrar og ný von sem fylgir því einmitt að sleppa svolítið tökunum á svo gamla sem að er hér. Hreinsun, heilun, sleppa. Þannig að þið sem að eru á þessari bylgjulengd, þið eru að fara í mikla hreinsun, gera upp gömul mál, mikil innri vinna og það er dásamlegt. Og svo kom nefnilega þetta aukaspil sem að er kannski svolítið þemað yfir þessu lögn, sem að er sem sagt Rest and Cleansing Moon, það er hvíldar og hreinsunatungl, jafnvægi í samböndum, tjáning og mörk. Þegar þið sem að eruð í þessum pakka núna er rosalega mikilvægt fyrir ykkur að halda jafnvægi í samskiptum, bera mikla virðingu fyrir mörkunum ykkar, tjá ykkur hreinskilið og einlægt. Það getur verið að núna sé góð tími fyrir ykkur að kannski breyta svolítið félagslega hópin ykkar og sækja kannski fólk sem er frekar á ykkar bylgjulengd, af því að þið eru að fara inn í
ferli sem að krefst þess að þið breytist svo litið, og það bara mjög algengt að þegar við erum í vexti og breytingu, þó það sé einmitt eins og sé vöxtur og jákvæð breyting, þá bara alltaf margir í kringum okkur sem að upplifa ögrun og óþægindi þegar við breytumst, þó það sé til góðs. Það ekki af illu, ekki þar með sagt að við vilji ekki að okkur líði vel, heldur það bara ögrun á þeirra eigin þægindarama. Þannig að þeir vilja kannski hafa okkur bara eins og eru vanir, og þá svo ofboðslega mikilvægt að halda jafnvægi í þessu samböndum og samskiptum og hafa sterk mörk og segja frá mörkunum sínum. Self-expression, sjálfstjáning, boundaries, mörkin, tjá mörkin sín og vera mjög skýr með þau. Þetta dásamlegt, þegar mörg ykkur sem eru kannski svolítið svona hrá hér og í að gera, leita svolítið eftir sínum líkum á þessu sviði, finna svolítið svona samfélag fyrir þessa hlið þar sem þau geta tjáð ykkur og svona skipta skoðunum í öryggi án þess að þurfa að hafa ykkur áhyggjur að vera dæmd fyrir það. Þetta voru Spirit of the Wheel. Þannig var Hæ! Þetta voru 3 mjög ólíkar lagnir. Einhvern veginn allar á svona sitt hvoru þrepinu, mjög áhugavert og skemmtilegt, og ég vona að þið sem eru að fylgjast með eða hlusta að þið séu að fá skilaboðin sem að þið þurftu að fá og að þið njóta góðs af. Annars þá bara sjáumst við aftur á nýju tungli hérna live, svo segi ég kannski frá einhverju fleiri tilraunum sem ég gera. Ég mun aftur gera stjörnuspár fyrir september og kannski leika mér eitthvað aðeins meira umfram það. En endilega bara fylgjast með á síðunni minni, og ég minni á að það hægt að bóka einkafundi í gegnum skilaboð á síðunni. Þannig að, ok, bye bye.